Já, góðan daginn. Ég ætla sem sagt að greina frá svona nýlegum athugunum á útbreiðslu og fæðu, útbreiðslu nokkra hvalategunda og fæðu hrefnu og svona skoða þetta í samhengi við hugsanlega loftslagsbreytingar og þetta byggir að mestu leyti á annars vegar hvalatalningum sem við gerum reglulega á Hafrannsóknastofnun. Þær eru að vísu yfirleitt bara á svona 6 til 8 ára fresti, mjög dýr operasjón og þess vegna er ekki talið fýsilegt að gera þetta oftar. En hins vegar byggir þetta á miklum rannsóknum sem við verðum að gera á hrefnu, sem eru mjög margvíslega rannsóknir og byggja á söfnun á 200 dýrum. Þykir nú ekki mikið í mörgum svona rannsóknum, allavega kollega mína í fiskifræðinni. Það ætla að gera einhverja rannsókn á einungis 200 dýrum, en þið munið eflaust eftir þessum svokölluðu vísindaveiðum sem voru stundaðar hér á árunum 2003 til 2007. Á þeim tíma voru veidd samtals 200 hrefnur. Og þetta er svona megin grundvöllurinn og reyndar í sambandi við þá rannsókn á hrefnunni þá var nú upphaflega meiningin að þetta var sem sagt vegna mikils skorts á gögnum almennt og skort á þekkingu á hrefnunni þá var þetta nú upphaflega skipulagt bara sem eitt sýni í sjálfu sér, punktsýni, 200 dýr og átti að fara fram á 2 árum í röð, en síðan af ýmsum praktískum og pólitískum ástæðum þá var þessari sýnatöku dreift yfir 5 ár og það í sjálfu sér olli því að við gátum, þó það hefði ekki verið uppalett markmið rannsóknarna að við sáum þessar breytingar sem akkurat voru í gangi á þessum tíma. En sjá hvort ég geti lært á þetta. Svona, já. En það er sem sagt hrefnan sem er dálítill miðdepill hjá okkur hér og þetta er sem sagt minnsti skíðishvalurinn og jafnframt sá algengasti, hvort sem er litið til Íslands eða annarra landa. Og hún er langalgengasti skíðishvalur á grunnsævi Íslands og stofn eða fjöldinn á grunnsævinu hefur numið svona einhverjum tugum þúsunda í gegnum tíðina og förum ekki betur í gegnum það á eftir. Og hún hefur langa sögu veiða frá 1914. Og hrefnan hefur verið veidd yfirleitt víðsvegar landið, lengi vel aðalega fyrir Norðurlandi og Vesturlandi, en núna í seinni tíð meira hér í Faxaflóa. Og svona sem eins konar forsaga kannski að þessum rannsóknum er þessi mynd sem er úr grein eftir okkur Jóhann Sigurjónsson þar sem sem birtist árið 1997, þar sem við lögðum mat á heildar afrán hrefnu, heildar át, sem sagt 12 hvalategunda við Ísland. Þetta hafði verið mjög mikið í umræðinu og alls kyns tölur á lofti í fjölmiðlum og annað, þannig að við tókum okkur til og þá höfðum við nokkuð góð gögn fjölda hvalana en að flestu öðru leyti var lítið vitað hvalina og þess vegna treystum við okkur nú ekki í að fara nánar heldur en að skipta þessu í þessa 3 flokka hérna, sem sagt krabbadýr, fisk og smokkfisk og kolkrabba. Og síðan eru þetta hérna tegundirnar, ég veit ekki ef þetta var ensku, en hérna er þess sem sker sig úr af þessum 12 tegundum sem algengast eru hér við landið, annars vegar hrefnan, minke whale, sem að samtals var álitin éta 2 milljónir tonna af einhverju sjávarfangi á ári og þau takmörkuðu gögn sem við höfðum fæðu hrefnunar á þeim tíma bentu til að þetta gæti verið svona nálægt til helminga fisk, meti eitthvað og svo yfirlega krabbadýr. En síðan önnur tegund sem dálítið sker sig úr líka er langreyðurinn sem var með vel á aðra 1 milljón tonna heildar át líka. En hjá langreyðinni, að minnsta kosti hér við land, er þetta alveg yfir 90% bara áta. Þó
þó langreyður sé vissulega þekkt fyrir það til dæmis við Kanada og Noreg og annars staðar að éta ýmiss konar torfufisk líka, en hér við land þá yfir 90% af þeim hvölum sem hafa verið skoðaðir hafa eingöngu innihaldið átu. Þannig að við sjáum að hrefnan greinilega og það sem liggur að baki þessum útreikningum á heildaráti í rauninni bara einfaldir útreikningar byggðir á orkuþörf og svona orkufræðilegu módeli og ýmsar forsendur sem menn þurft að gefa sér til að komast að því. Þannig að við höfum alltaf lagt áherslu á að menn taki ekki tölurnar og bókstaflega, hins vegar teljum við að þetta sé svona rétt stærðargráða og ég held að það sýni ótvírætt að hrefnan gegnir mjög mikilvægu hlutverki á landgrunnssvæðinu við Ísland. Langreyðurinn miklu meira utan við landgrunnið. Þannig að því leyti svona í vistfræðilegu samhengi var mjög bagalegt að hafa ekki betri gögn þessa tegund sem er svona mikilvæg í lífkerfinu og það var meðal annars ástæðan fyrir að menn fóru út í þetta rannsóknarprógram. Eins og ég sagði þá hefur við gert talningar á hvölum á það bil 6 ára fresti, þetta dálítið misjafnt og sú sería byrjaði 1986 og 7 og þetta er þróunin í stofnstærð hrefnu úr þessum talningum úr flugtalninga, hlutatalningana sem dekkar yfir íslenska landgrunnið. Og þið sjáu náttúrulega fyrsta sem rekur augun þetta í er mjög stór öryggismörkum þessi punktmött og það var reyndar ein hérna á milli 95 sem ekki sem við höfum í rauninni yfirgefið það mat en það lá á svipuðu bili og 2001 en síðan 2001 þá hefur orðið marktæk fækkun á landgrunnssvæðinu í Ísland og punktmatið í sjálfu sér er úr 44.000 dýrum 2001 niður í 10.000 dýr 2009. 2007 var regluleg talning þar sem talið á landgrunnið á flugvél og síðan ytri svæðin á skipum. Þannig að það var vegna þessa mikla munar, það virtist vera mun minna en áður hafi verið af hrefnu á landgrunninu. Þá var farið í auka talningu þar sem fékkst staðfest í rauninni að það þessar mundir mjög lítið, mjög mun minni þéttleiki á hrefnu heldur en verið hefur. Og hér sjáum við þetta sama svona bara með útbreiðslupunktum úr flugtalningunni líka og við sjáum hvernig þetta breytist frá 86 og til 2009. Það er svo sem í flestum tilfellum eru nokkur þétt svæði sem virðast vera aðal útbreiðslusvæði hrefnunnar, það Faxaflóinn sem hefur yfirleitt verið mjög mikil þéttleiki í þessum talningum eiginlega öllum nema kannski hér 2007 og eins hefur verið mjög mikil þéttleiki við Suðausturland allavega lengi framan af og síðan svona dreif umhverfis allt landið, hrefnan finnst svo sem allt land. Og svona aðeins bara til að árétta að þegar menn að tala stofna og stofnstærð að flugtalningin sem svona yfir landgrunnið hér við Ísland, að hrefnan tilheyrir svokölluðu Mið-Norður-Atlantshafsstofni hrefnu, það talið að séu margir aðskildir stofnar í Atlantshafinu og íslenski stofnin tilheyrir Mið-stofninum sem nær frá suðurodda Grænlands Ísland og austur fyrir Jan Mayen, sem sagt allt þetta svæði. Þannig að flugtalningin auðvitað tekur til tiltölulega lítils hluta að flatarmáli talið en hins vegar það langþéttasti hlutinn innan þessa svæðis. Eða minnst hefur verið það. Þannig að þetta í sjálfu sér ekki stofnstærðin í heild sem við erum að mæla með flugtalningunni. Og eins og ég sagði þá höfum við talið aðliggjandi svæðin á skipum gjarnan en skipatalningin eins og við höfum framkvæmt nær hins vegar ekki eins vel til hrefnunnar því að hún fyrst og fremst miðuð að stærri hvölum þar sem siglt í veðrum þar sem maður sér í rauninni ekki hrefnu. Og síðan hér mynd sem við eflaust kannist öll við, þetta svona bara straumakerfið við Ísland, að Ísland liggur á straumamótum eins og við vitum og það kemur Golfstraumurinn
úr suðri og hvíslast til austurs og vesturs og mætist þar köldum straumum úr norðri og við höfum svo sem séð í gegnum söguna mikinn áramun í árferði í hafinu við Ísland og þá helgast það oft af frontinum hér fyrir norðvestan og hvað gerðist núna? Það sé ekki. Og fyrir austan. Þannig að breytileikinn helgast gjarnan að því hversu mikill hlýr vatnsmassi nær yfir á norðurmið. Nú hitastig hefur farið hlýnandi undanfarin ár og þetta er bara til að sýna það hita og seltu að þetta hefur hér upp úr miðjum 10. áratugunum hefur hlýnað mikið í sjónum og seltan aukist, þetta fylgist yfirleitt að. Þannig að það hefur verið mjög hlýr sjór við landið undanfarnum árum. Og við höfum verið að sjá ýmsar breytingar samfara þessu og þar á meðal er loðna sem hafði nokkurn veginn þetta munstur fyrir aldamótin að hún rignir við suður- og vesturland og svo eru uppeldissvæði fyrir Norðurlandi og fæðugöngur hér langt norður í höf. Þetta er sem sagt svona ástandið eins og það var fyrir 2000 og við sjáum að það er töluvert af loðnu úti fyrir Norðurlandi. Mun meira heldur en hefur svo verið á undanförnum árum eftir 2000, þar sem þetta er svona típisk mynd að hrefnan virðist að hafa fært sig norður og kannski einkum austar að Íslandinni. Það er loðnan kaldsjávarfiskur. Og þannig að hér hrefnan er fyrst og fremst útbreitt yfir landgrunninu, þannig að við sjáum að aðgengi hennar að loðnu hefur minnkað. Nú, annað dæmi breytingar er jú ýsan sem var áður fyrir miklu algengari við suður- og vesturland í hlýjasjónum heldur en fyrir norðan, en þetta hefur svo verið að breytast mjög marktækt á undanförnum árum, þannig að meira og meira af ýsunni fer norður fyrir landið og síðustu árum hefur rauninni meiri hluti ýsuaflans verið að veiðast fyrir norðanland. Nú hér er önnur tegund sem einnig höfum við að sjá miklar breytingar og þið ábyggilega þekkið margir fuglafræðingarna hér vel. Það er sandsílið sem er tegund sem ekki hefur verið veidd hér öfugt við margar aðrar þjóðir og hefur virðist vera svona nokkurn veginn samkomulag að leyfa sílinu að vera bara sem áta fyrir önnur dýr. Því miður höfum við ekki fylgst nú vel með sandsílinu gegnum árin og það er ekki fyrir að það hafði greinilega orðið hrun eins og sást ekki síst í afkomi sjófugla og að menn fóru að reyna að sinna þessu eitthvað að fylgjast með sandsílinu og það var fyrst 2006 sem kollegar mínir á Hafrannsóknastofnun fóru að reyna að meta það og hér er svona mælikvarði á þær stöðvar sem voru teknar fyrir því samhengi og við sjáum að það eru miklar sveiflur almennt en í rauninni en fyrir þann tíma höfðum við í rauninni kannski óbeinan mælikvarða sem er þá magn sandsílis í ýsu og þorskmögum og sá mælikvarði sýnir okkur þetta graf að það hefur orðið mikil fækkun, það er vísu ein undantekning samkvæmt þessu mælikvarði. Þetta er nú ekki talin mjög áreiðanlegur mælikvarði en engu að síður sýnir hann svona sérstaklega fall hér eftir 2000 og tímann eftir 2003 og hins vegar þessar mælingar sem eru þetta betri mælingar kannski en þær ná einungis aftur 2006 þegar hrunið væntanlega var þegar orðið. Og við sjáum hér kannski sérstaklega við Ingólfshöfða, ég kannski tókuð eftir því á hrefnumyndunum áðan að þar var einna þéttasti hrefnumassin alltaf áður fyrr en hefur nánast ekkert verið í síðustu talningum. Nú hér er bara enn eitt dæmi sem þið væntanlega þekkið einnig mjög vel og það er makríllinn að þegar kaldsjávarfiskurinn loðna hörfaði
til Grænlands og í staðinn höfum við fengið annan uppsjávarfisk sem þá makríllinn og hérna sýnir svona samanburðargröf fyrir hérna 2004, annars vegar og 2009 og svo hins vegar hvernig ástandið var árið 2012, þá makríllinn kominn hérna allt í kringum landið. Þannig að hann hefur verið að færa sig meira og meira til norðurs og vesturs. Nú, síðan hérna mynd yfir hrygningarstofna síldar og kolmunn og makríls og borið saman við vísitölu átu. Við sjáum að þessir uppsjávarfiskar hafa verið að aukast hérna frá á 9. áratugnum og hafa verið samtals í mikilli stærð eftir aldamót og á sama tíma virðist að átan hafa minnkað að sama skapi. En þetta eru ekki Íslandsmið sem við höfum þessi gögn frá, þetta svona Noregshafið eða hérna milli Íslands og Noregs. En hugsanlega eru við þannig að sjá hreinlega áhrif af vexti þessara fiskistofna á átun á þessu svæði. Nú ef við færum okkur yfir í hvalina hér við land, þá hér langreyðar myndir sem úr talningunum, fyrir aldamót má segja að svona típist mynstur fyrir útbreiðslu langreyðar, hennar útbreiðsla mest fyrir utan landgrunnið og sérstaklega í landgrunnskantinum þar sem mikil framleiðsla af átu og útbreiðslan úr talningum til og með 1989 og reyndar 95 á svipað. Það mikill þéttleiki við landgrunnskantinn, Íslandsmegin og svo aftur Grænlandsmegin en lítið hérna í djúpinu á milli. En í síðustu talningum 2001 og svipað munstur kom aftur í talningunni 2007 að þá eins og þessi eyða hérna á milli sé að fyllast. Það verður orðið mikil fjölgun af langreyði á þessu svæði og hún hérna líka í djúpa sjónum á milli Íslands og Grænlands þar sem ekki var áður og hér til samanburðar hitamyndir frá þessu svæði. Það var svona típist fyrir aldamót að það var svona köld tunga af köldstraumum hérna frá Vestur Grænland og Kanada sem náði hér inn í Írmingarhafið. En á seinni árum hefur verið miklu hlýrra og á þessu svæði þar sem langreyðurinn hefur virðist vera að breiða út sína útbreiðslu, að þar miklu hlýrri sjór en áður var. Og það væntanlega betri skilyrði þá fyrir átu en áður var á því svæði og þar af leiðandi kannski fer langreyðurinn meira út í það svæði. Annað dæmi hér steypireyðurinn. Hún náttúrulega miklu minni stofn og hún meira á grunnsævi heldur en langreyðurinn. En þar var, við erum að tala kannski heildarstofn sem er 1000 dýr meðan langreyðurinn yfir 20.000. En þar kom steypireyðurinn alltaf reglulega í öllum okkar talningum og síðan var áfram fylgst með því eftir að stofnuðu hvalaskoðun í Ólafsvík, sérstaklega fyrir steypireyði og ég held að það hafi verið eini staðurinn í heiminum þar sem þeir gátu boðið endurgreiðslu ef þú sást ekki í steypireyði. En hún kom og var svona mánaðartíma hér upp Kolluálinn og var mjög grunnt undan Snæfellsnesi, alveg fram undir aldamót. En síðan smá saman, þeir fylgdust vel með þessu fyrir okkur hvalaskoðunarmennirnir í Ólafsvík og að smá saman var þetta erfiðara og erfiðara að finna og þeir hættu að endurgreiða og þurftu að fara lengur og lengur út og svo svona aldamótin var í rauninni þessu hætt. En á svipuðum tíma fór steypireyður að dúkka upp á öðrum hvalaskoðunarstað í Skjálfandaflóa á þessum sama tíma mitt sumar, júní. Og við höfum minnskosti 2 staðfest dæmi einstaklinga, maður getur þekkt steypireyðina á þessu mynstri hér, einstaklinga, það engir 2 nákvæmlega eins ef þú ert með góða ljósmynd. Þannig að það hefur verið staðfest að minnskosti að hluta til þetta sömu einstaklingar og áður voru hér sem að núna koma á þessum sama tíma hérna fyrir norðan. Þannig að það virðist hafa orðið þarna hliðrun til norðurs. Hnúfubakur tegund sem hefur einnig sýnt mikla breytingar síðan við fórum að telja
og 1986 var hann ennþá mjög sjaldgæfur. Þetta tegund sem var veidd mjög illa niður og var sára sjaldgæf langt fram eftir síðustu öld, en svona einhvern tímann upp úr 1970 fór tegundin að fjölga mjög hratt þegar hún loksins komst yfir einhvern þröskuld að því að virðist og hefur verið að fjölga 10-12% árlega síðan úr mjög litlum stofni og núna talin vera 14.000 dýrastofn. Og hér eru þessar 3 talningar fyrir bara flugtalningasvæðið, þar sem matið tvöfaldaðist á milli þessara 2 talninga og við sjáum hvernig hóparnir hefur fjölgað í hverri talning og stofnmatið af skipunum sem þá fyrir utan landgrunnið hefur aukist líka. Stofnmatið var talið 2000 þarna 1987 en talið 14.000 núna. Og á flugtalningunni þar hefur fjölgunin numið 11% ári. Nú síðan þetta eru þessar helstu breytingar sem hafa orðið í hafinu og síðan förum við í þessar rannsóknir á hrefnunni og sem að ganga út á þetta eru eins og hjá kúnni, það eru 4 magar og síðan er mælt magainihaldið og hérna dæmi það, þetta einn af þessum fiskmögum og síðan þetta er náttúrulega mjög misjafnlega mikið melt, stundum fáum við nýkleypta fiska en oft það svona algjörlega melt og þá endurbyggjum við magasamsetninguna út frá aðalega kvörnum sem hægt að greina til tegunda og þar getum við þá séð stærð fisksins og aldur. Og hér eru svo niðurstöðurnar úr því. Eins og ég sagði þá höfðum við mjög takmörkuð gögn fyrir þessa rannsókn, einungis 60 maga sem að dreift var yfir langt árabil og ekki frá öllu landinu. En þannig að ef við reyndum að taka úr 9 rannsóknum 2037 einungis sambærilegt svæði, þar að segja Norðurland og eingöngu júní-júlí til að bera saman breytinguna frá 77 til 84, bera það saman við 2037 og við sjáum hér mjög mikinn mun á fæðusamsetningu samkvæmt þessu. Hér áður fyrir var ljósátan mjög stór hluti af fæðunni og ljósáta og loðna voru langstærstu póstarnir í þessu á þessum tíma. En einnig var nokkuð sandsíli og stærri fiska eins og þorskfiska og fleiri. En í nýrri rannsókninni þá er mun minni áta, minni loðna sömuleiðis og mun meira af þessum stærri fiskum og ekki síst meira af sandsíli. Þannig að þarna er mikill munur á þessum 2 tímabilum. En einnig innan tímabilsins sem að við, jafnvel þó að þetta sé sýnastærðin, þetta er samtals 200 dýr hérna á tímabilinu 2034, samanborið svo við fyrsti punkturinn þá þessar eldri rannsóknir, þetta nú reyndar að vera 77 hér, en þá sjáum við hvernig breytingin verður líka innan tímabilsins. Við upphafi erum með alveg yfirgnæfandi sandsíli í fæðunni og síðan fer það bara jafnt og þétt minnkandi og á móti kemur hlutfallsleg aukning síldar og reyndar átu og einnig aukning í þorskfiskum, þorskísu og öðrum tegundum. Hér er svo nánari útlistun á þessu í nýja tímabilinu. Við sjáum að það er líka mjög mikill munur landfræðilega milli Norðurlands og fyrir sunnan. Við Suður- og Vesturland er sandsíli algjörlega dóminarandi í byrjun,
2003 og 2 fyrstu árin það nánast 100% fæðunnar á þessu svæði, en síðan fer það hraðminnkandi og á móti kemur aðallega síld sem eykst á sama skapi. Fyrir norðan fjölbreytnin miklu meiri í fæðunni og þar höfum við sandsíli töluvert líka, en þorskfiskar eru miklu algengari fyrir norðan heldur en þarna fyrir sunnan. Og myndin hérna til hægri, þar skoðum við þorskfiskana betur eftir tegundum. Hérna þeim slegið saman í einn flokk og þar sjáum við að þorskurinn, hérna þessi blái, svona, ja, hann svona nokkuð jafnt og þétt, kannski 15% fyrir norðan, mun minna fyrir sunnan. En ísan hins vegar kemur hérna inn til sérstaklega 2005, 6 og 7 hún mjög mikið og eins líka töluvert fyrir sunnan. Þannig að við erum að sjá í þessum rannsóknum bæði mikla breytingu yfir tímabilið og mjög skarpa breytingu milli Norður- og Suðurlands í fæðunni. Nú hérna nánar fisktegundirnar, eins og ég sagði, þá greinum við það til eftir lengd og aldri og það sem kom okkur nokkuð óvart var að sérstaklega ef við skoðum þorsk og ýsu, að megin hlutin af þessu nokkuð stóri fiskar, 50-75 cm, sem svona ekki kannski svo mynd sem að gera sér að skíðishval beint að hann sé að éta þetta stóra fiska. Og sömuleiðis gæti maður ímyndað sér að það slæddist með, þetta var kannski meira að slæðast með öðru, en það er ekki, það í langflestum mögunum var ein eða fá tegund í hverjum maga og eins og beinamaginn sem það sýndist þarna áðan, þá voru magar bara með eingöngu svona stórum þorskfiskum og þetta eru kannski 5 til 8 ára gamlir þorskar. Og síðan hérna, ef við skoðum þessar breytingar sem við höfum verið að sjá í fisktegundum og öðrum tegundum, þá sjáum við á þessu tímabili sem við erum að skoða frá aldamótum, að þá sjáum við að síldarstofninn hefur verið að aukast, hótan hefur frekar verið að minnka, sandsílið minnkað, en eins og síldin átti hérna nokkur góð ára á þessu tímabili síðan og hún komin aftur niður núna. En það komu þarna nokkur mjög sterkir árgangar í síldina, í ísuna, og það virðist sýna sig bara strax í mögunum að síldin kemur þarna upp á þessum sama tíma þegar hún dominerandi í hafinu og verður þá algengari en þorskur í mögunum. Síðan hér sýnir hvernig sandsílið í mögunum, alveg bara beint niður á við, og þetta sem sagt sandsílið í sjónum. Það eina sem þannig að eiginlega má segja að ályktunin sem við drögum með þessu, að hrefnan hefur einstaka hæfileika miðað við aðra skíðishvali til að nýta sér mjög vítt fæðusvið og virðist geta nýtt sér það sem mest af hverju sinni og jafnvel allt upp í svona stóra þorskfiska. Eins og það mætti líka leiða rökum að því að þegar til dæmis sandsíli til staðar í miklu magni, eins og var í byrjun, þá virðist það vera kannski svo fæða sem að þeir velja helst, þó að þetta hefur ekki kannski beint mælingar á fæðuvalinu sem slíku til þess að þau þurft að gera samtímis athuganir á sama stað og tíma á því sem var til staðar. Eina undantekningin frá þessu að þetta svona farið saman í stórum dráttum kannski átan, sem að að aukast eftir því sem líður á tímabilið í magainihaldinu, og átan sem sagt þetta bleika, en frekar á niðurleið í hafinu, en þá ber að geta að ljósátur rannsóknir hafa verið mjög takmarkaðar
við Ísland og það reyndar stendur til bóta og hafnar núna eitt doktorsverkefni og til þess að reyna að ráða bragarbót á ljósátu, því að það hefur algjörlega verið yfirgnæfandi rannsóknir á Hafrós að einblína á rauðátuna sem ekki mikið í hvalamiðunum. En mest kannski mikilvægasta tegundin í heildar bíómassa og þess vegna hafa átufræðingarnir kannski hort mest á hana. Síðan kannski svona bara aðeins í víðara samhengi getum við kíkt á, ég sýndi ykkur þarna hitastigsmynd í byrjun og þar sem að við sáum þessa hækkun og hitastigi á síðustu árum eða frá lokum síðustu aldar. En ef við skoðum þetta í stærra samhengi við lengra tímabil þá sjáum við erum núna staddir á tíma sem svona mjög svipaður og var nokkuð langt tímabil hérna miðja síðustu öld. Þannig að það má segja að þó að vissulega sé kannski margt sem bendir til þess að það verði ekki aftur snúið þá of snemmt að fullyrða að þetta sé ástand sem ekki komið til með að fara aftur í sama farið og var. Því að í sögulega séð höfðu við hérna langt tímabil viðbygg síðustu aldra sem var með svipað hitastig og nú í sjónum, en það bara leiðir tíminn í ljós. Ekki það að maður sé að efast hnattræna hlýnun almennt, en það er auðvitað stutt tímabil að það geta komið dýfur upp og niður á leiðinu upp. Þannig að það má svo sem leyfa sér að vona að þetta sé ekki alveg horfið fyrir alla framtíð. En kannski sem lokar þá virðist hrefnan hafa brugðist við þessum breytingum. Fyrsta lagi með þessum breytingum á fæðuvali. Hún virðist hafa einstakan hæfileika til þess að bregðast við því og getur étið allt frá ljósátu sem er innan 1 gramm stykkið upp í kannski 70-80 cm þorskfiska. Þannig að hún hefur brugðist við því annars vegar með breyttu fæðuvali en ekki síður með því að væntanlega leita eitthvað annað. Því að þessi fækkun, það í sjálfu sér engin engar vísbendingar frá öðrum svæðum eða ástandi þeirra hrefna sem við skoðað að það hafi orðið svona massíf dauði í stofninum, að hann hafi hreinilega hrunið úr 40.000 í 10.000. En því miður þá í þessari talningu þar sem við sáum þetta fyrst 2007 sem síðasta talning sem við höfum bæði flugvélar og skip, þar náðist ekki að telja almennilega á þeim svæðum sem að kannski líklegast að hrefnan hafi hörfað á, það að segja á svipaðan hátt á loðnan, upp að strönd Grænlands og fyrir norðan Ísland. Það eru stór svæði sem að skipin náðu ekki að telja í þessari talningu vegna veðurs og ísskilyrða. Þannig að það í sjálfu sér opin spurning ennþá hvað varð þessar hrefnur sem áður voru hér í meira mæli. Þakka þér bara fyrir. Takk fyrir. Við höfum núna nokkrar mínútur í umræður, þannig að ef þið viljið taka til máls, erum með spurningar eða athugasemdir, gefið mér endilega merki. Kannski einu spurning nú. Takk fyrir Gísli. Fróðlegt erindi, ein spurning. Nú eru hrefnur veiddar, hafa verið veiddar síðustu ár. Hefur sá efniviður ekki verið nýttur í svona fæðurannsóknir og öðru lagi gerðu þið einhverjar mælingar á líkamsástandi dýranna þegar þið söfnuðu þeim á sínum tíma og eru þið einhverjar breytingar á líkamsástandi? Já, svo við tökum seinni spurninguna fyrst. Já, þá gerðum við þar reyndar og það eru svona vísbendingar að á þessu tímabili þá fór líkamsástandi frekar niður en það dálítið erfitt að tölfræðilega eiga við þau gögn vegna þess að þetta næri við þessi tímabil og hvalirnir eru þannig að þeir safna orku frá vori og fram á haust og
og söfnunin var ekki á sama tíma hverju ári. Það var kannski fyrsta ári var haust, næsta ári var vor. Þannig að því að dæmið var hugsað sem eitt sýni í upphafi. Og þannig að við höfðum í sjálfu sér töflu bara sem við þurftum að fylla upp frá hverju svæði og hverju mánuði þurftum að ná hvernig þessi 200. En það eru vissulega vísbendingar að líkamsástand hafi farið þverrandi á tímabilinu, sérstaklega hvað var 2006 virðist hafa komið illa út. Og hins spurningin var já, veiðina núna, já. Við höfum ekki haft tækifæri til að hafa menn um borð í hrefnuskipunum sem í gangi núna. Það er aðallega kannski fjárhags ástæðum, hins vegar höfum við útdeilt til eyðublöðum til sjómanna og við höfum svo sem ekki unnið úr þeim. Það er í sjálfu sér bara skráning og kannski myndataka í sumum tilfellum á helstu fæðu í hverju maga. Og annar galli við í sjálfu sér það sýni að veiðin hefur nánast eingöngu farið fram í faxaflóa eftir þessi atvinnuveiði. Þar menn náttúrulega að hugsa að ná veiðinni með sem minnstum tilkostnaði og þeir gera út frá Reykjavík. Sameinuðust félag hrefnuveiðimanna einn bát sem að langmestu leyti að veiða í faxaflóa. En það sem ég þó veit að makríll komin inn í fæðuna sem ný tegund og hann var ekki náttúrulega almennilega komin á Íslandsmið þegar okkar rannsókn lauk 2007. Þannig að hún virðist geta nýtt sér makríll líka en vonir standa nú til að reyna að fá fjármagn til að sinna þessu betur. Vandamálið að þeir fullvinna dýrin út á sjó og það er nokkuð flókið í framkvæmd að skipuleggja sína söfnun bæði af því að þetta er mjög veðurháð aðgerð og ekki hægt að hafa menn á bakvöktum allt sumarið fyrir fáeina túra. Þakkar kærlega fyrir fróðlegt erindi, Gísli. Þú sagðir áðan að stórir fiskar eða þorskfiskarnir hefðu aukist verulega í fæðunni. Það væri núna aftur til 15%. En þú sagði líka að fyrir norðan. Fyrir norðan, já. Og þar sem væru þorskfiskar, að það væru oft dæmi það að það væri eingöngu þorskfiskar í maganum. Er þá munur á milli einstaklinga hvað að éta á sama svæði? Við getum ekki séð að það sé þetta höfðu ekki nægilega ítarleg gögn til að geta borið mikið saman á sama svæði, sama tíma vegna þess að við dreifum sá svæði og tíma, þannig að við höfum ekki ekki nægilegt efni til að gera svoleiðis samanburð. En hins vegar það í langflestum tilfellum var hvort sem var þorskfiskar eða sandsíli eða hvað það var, að þá virðist á hverjum tíma dýrið einbeita sér af einni eða hugsanlega 2 fæðutegundum í þann tíma sem þetta hangir í maganum. Þannig að það Fleiri spurningar? Þið alveg viss? Það eru ennþá nokkra mínútur. Já, þakka fyrir fróðlegt erindi. Mig langar að spyrjast þessa magafjóra sem þú nefndir í hrefnunni. Já. Hvernig virka þeir svona, ekki eins og kýrmagi vantilega, ekki eins og kýrmagar? Nei, og þó, fremsti maginn sem að reyndar okkar rannsókn byggist eiginlega eingöngu á, þó við höfum safnað fleirum, hann ekki með neinum kirtlum, þannig að það er bakteríumelding í fremsta maganum sem jú svipað og held ég hjá gunni. Og síðan magahólf númer 2, 3 og 4 eru hins vegar með það sem við myndum kalla maga með sýruframleiðslu og þess háttar. En þó virðist nú sem að eitthvað skolist til á milli magana því að við væntanlega myndum ekki fá svona mikið melta fæðu upp úr fyrsta maga ef það gerðist ekki. En þannig að ég held að þetta sé í sjálfu sér ekki í grunninn ekkert ósvipað því sem hjá jórturdýrunum. Þetta eru þau talin
hvalirnir taldir afkomendur þeirra upprunalega, hvort sem að þetta svo sem sama fyrirbærið eða hefur þróast aftur, það skal ég svo sem ekki segja með magan. Einar Þorleifsson, Gísli, hvað finnst þér hrefnuveiðar? Eigum að halda þeim áfram eða eigum að skoða þær? Svo smá spurningar svona í viðbótina, það þekkt að hvalir éti frákast frá skipum? Að éti? Frákast af fiski frá skipum? Ég hef ekki heyrt það síðan dag. Í sjálfu sér kannski skiptir mín persónulega skoðun á hvort við höfum að veiða eða ekki veiða hrefnu, ekki öllu máli í þessu samhengi, en í starfi mínu á Hafró þá höfum við auðvitað það markmið að meta ástand stofnana og veiðiþol, hreint líffræðilega. Og þar held ég að sé engum blöðum það að fletta að hrefnustofninn þolir veiðar og það sjálfu sér engar mótbárur út í heimi við því. Menn hafa svo sem verið að fletta frekar fingur út í langreyðar og stærri hvali, en í hrefnunni það var nú kannski það eina sem menn voru sammála í Alþjóðahvalveiðiráðinu þegar þetta prógram var kynnt til sögunar að þetta myndi ekki hafa nein áhrif á stofninn. Þannig að ég tel alveg einsýnt að stofninn þoli veiðar að því marki sem við höfum ráðlagt sem hámark, og það eitthvað liðlega 200 dýr á ári. Raunveiðarnar hafa verið miklu lægri eins og menn vilja, kannski bilinu 50 til 70, sem virðist bara vera íslenski markaðurinn eftir að hann var endurreistur. Þannig að veiðarnar eru alveg örugglega ekki að hafa nein áhrif á stofninn. En svo sagður líka veiða eða skoða, það hefur svo sem verið rætt mikið að hvort að þetta fari saman eða ekki. Og mín skoðun sú, við höfum nú skoðað þetta svolítið, að ég sé ekki af hverju þetta ætti ekki að fara saman. Menn hafa rætt þó að þetta kannski fækki ekki í stofninum, ég held að séu sammála með þess að veiðar ekkert að fækka í stofninum, hvort að geri það lókalt. Það ekki að sjá hvorki ef við skoðum gögn bæði frá Noregi og Íslandi þar sem að menn hafa gegnum nánast 100 ár núna veitt á sama blettinum ár eftir ár, hundruðir hvala og þetta er mjög blettaskipt í sögunni og það ekki að sjá að það hafi þurrkast upp einhverjir blettir við slíka veiði og heldur ekki fækkað svokölluðum skoðurum sem orð sem komið úr norsku, þetta kikkari eða tsykkari eða svona að segja það er svona forvitnar hrefnur sem laðast að bátum og stinga upp hausnum. Ég veit að menn í hvalaskoðunarbransanum hafa haft áhyggjur af því líka að veiðar getur hreinlega útrýmt því atferli sem slíku. Því að þetta eru auðvitað dýr sem eru auðveld bráð, bæði fyrir veiðimenn og skoðara. En þetta alþekkt bæði hér við Ísland og í Noregi að menn hafa, þetta er bara veiðiaðferð að byrja á því að slökkva á botnum eða láta reka og sjá hvort það sé skoðari eða ekki. Og ef hann er skoðari þá er hann tekinn. Og þetta hefur ekki allavega á 100 árum útrýmt þessari hegðun á stofninum. Gísli, fyrir ekki að ég spyr aftur, en ég tók eftir því þú sýndir langreyðina að hún að færa sig hérna yfir í djúpið á milli Grænlands og Íslands fyrir Vesturland. En á sama tíma þá hverfur hún fyrir Sunnanland. Langreyðurinn? Já. Samkvæmt þessu mynd sem hún sýndir að það snar fækka henni fyrir Sunnanland. Já. Hvort það væri sem sagt átan eða fæðan sem að stýri því. En þá vaknaði líka spurningin sandreyðina með hlýnandi sjó fyrir Vesturlandið. Er sandreyðin þá að aukast á Íslandsmiðum? Já, það er... Nú er það ekki stofn sem er suðlægari heldur en langreyðin? Já. Við höfum svo sem ekki séð það í þessum síðustu talningum 2007. Það náttúrulega hefur ekki verið talið síðan 2007 og það áður 2001 á skipunum. Þannig að þetta er aldrei langt á milli og við sáum svo sem ekki neina aukning á sandreyð í 2007 talningunni. Sandreyður er dálítill gallagripur að því leyti að við fjárfestum í þessum talningum á 6 ára fresti, við erum þá með 3 skip með 15 manns borð í mánuð,
hverju skipi. Mjög dýr operasjón og þess vegna veljum við tíma til að ná við miðum skipin við langreiðina, miðum flugið við hrefnuna til að ná hámarks tíma og svæði fyrir það. Sandreyðir kemur síðar á sumrin og jafnvel á haustin, svona síðsumarskvalur, og þess vegna kemur hún ekki vel inn í þessar talningar sem eru með miðpunkti í miðjan júlí. Þannig að, en síðan þekkt að koma einstaka sinnum svona gusur á sandreyðum mitt sumar, en almennt koma þær ekki fyrir í ágúst og jafnvel í september. Þannig að við höfum bara ekki góð gögn sandreyði, en það var ekki sjáanlegt í þessari síðustu 2007 talningu mitt sumar að það væri meiri sandreyðir en venjulega. Þá klukkan orðin 4, við látum þetta gott heita. Þakka þér aftur fyrir, Gísli, og þakka ykkur kærlega fyrir komuna.